Næst ætla ég að velja útlit á textan í verkefni 28 í bókinu Tölvunotkun. Nú fer ég hér í fyrstu efnisgreinina og vel, þetta er normalstílinn sem er á textanum og ég vel stílinn texta. Og síðan ætla ég að velja líka droppkappa því það er hér í þessari efnisgrein. Það er nóg að vera með bendilinn bara einhvers staðar í efnisgreininni, það þarf ekki að ljóma stafinn eða vera fremst í línu, en þið farið hér í droppkapp. Veljið droppkapp options. Ég ætla að láta hann falla niður 2 línur, þannig að við veljum hérna dropped, breytum 3 línum í 2 og bil 0,1. Þá kemur þetta svona. Við veljum stílinn texta áður en við veljum droppkapp. Síðan ætlum við að velja hér, farum aftur á homeflipa, veljum stílinn texta og líka hér á, svo við eftir að breyta hér í töflunni þetta á eftir. Fituminni sósur, það er inndráttur. Þegar maður býr til svona stíla í skjali, þá samræmir maður útlit. Eða væri inndreginn texti á fleiri stöðum, þá þurfum við ekki að muna hvað við dróum hann inn mikið eða bil fyrir ofan eða neðan. Við veljum bara stílinn á textan. Sama hér, velja stílinn texta. Síðan kemur hér fituminni sýrður rjómi og við ætlum að velja stílinn ramma hér. Þá kemur þetta svona. Næsti stíl er texti og við förum bara áfram í skjalinu. Við veljum stílinn texta hér, við getum valið allt í einu hérna. Og eftir þá breytum við texta í töflunni, þá breytist þetta aðeins. Hér er stílinn texti og síðan þurfum við að stilla dálka og annað hér á eftir, þannig að við gerum það seinna. Hér er textin sem á svo að koma í neðanmálsgreinarnar, þannig að þið getið afritað hann hérðan og látað hann inn í neðanmálsgreinarnar, þurfum við ekki að skrifa allan textan upp. Og nú er ágætt að vista og flýtiskipunin að vista er Ctrl og S.